Já, góðan daginn, komið sæl og verið velkomin til okkar hingað á fyrstu afkomukynningu þessa árs, þar að segja fyrir þetta ár, fyrsta ársfjórðung 2016. Við ætlum ekki að bregða út af vandanum og venjunni með það að fyrst mun ég fara svona yfir helstu tíðindi, síðan mun Ólafur Njáll fara yfir svona dýpri málvarandi uppgjöri sjálft og Þórður svo fara yfir fjárfestingarpartinn. Og ég mun svona draga það síðan saman í lokin og svo munum við sjálfsögðu opna fyrir spurningar. En svona helstu tíðindi, hvað var það sem einkennir helst þennan ársfjórðung var að það var hagnaður af starfseminni upp á 423 milljónir og eins og undanfarna fjórðunga þá það drifið af fjárfestingartekjum. Það var tap af vátryggingastarfsemi upp á 48 milljónir á þessum fjórðungi. Nú fjárfestingartekjurnar voru 709 milljónir, ávöxtun safnsins upp á 2,1% og hlutabréfin skiluðu 3,5% ávöxtun. Nú samsett hlutfall fyrir fjórðunginn var 106,9 á meðan það var 104,5% ef ég man rétt fyrir sama tíma í fyrra og eins og áður og undanfarna fjórðunga þá erum við ekki ánægð með hvernig staðan á skaðatryggingapartinum, hann óviðunandi og við greindum frá því síðast og jafnvel held ég það síðast líka að við erum og höfum farið í aðgerðir til að endurstilla getum við sagt áhættur og gagnvart verðlagningu og það verður fróðlegt að sjá hvernig okkur reiðir af því auðvitað gerist það ekki einn í andrá heldur tekur það mánuði að rúlla út eftir því sem að samningar endurnýjast. Varðandi þróun tjóna að þá getur sagt áframhaldandi aukning í heildar tjónum en hins vegar þessi fjórðungur frábrugðinn þeim sem við berum okkur saman við í fyrra að því leyti til að það var gríðarleg tjónatíðni, það var bæði mikið óveður og svo var tíðin slæm gagnvart færð en nú getum við sagt að fjárhæðirnar hafa þá aðeins verið að vaxa. Það var samt ekkert svona mjög stórt tjón á þessum fjórðungi. Það stærsta sem hitt okkur fyrir var Grettisgötubruninn. Þar vorum við ekki með húseignirnar en við vorum með starfsemi þar sem lager og rekstur sem kom í okkar bækur á 85 milljónir eða svo. Nú það náttúrulega viktar sterkt hjá okkur í uppgjöri, launaþróun sem hefur áhrif í tvennum skilningi, getur við sagt, bæði til hækkunar á rekstrarkostnaði og svo ekki síður inn í framtíðina gagnvart tjónabótum, líkamstjónum, þar sem tekið mið af meðallaunum aftur í tíman. Hvað var það rekstrarkostnaðin? Þá eins og ég segi, þá eru launahækkanir vikta sterkt þar. Til viðbótar því þá svona lotunarmál, getur við sagt, í kostnaði hjá okkur, þar sem þær kostnaðir að falla til aðeins með þyngri hætti á þennan fjórðung en við gerum ráð fyrir því að það jafni sig út þegar líður á árið. Ég held að þetta sé svona það sem ég ætlaði að rúlla yfir í fyrsta kasti og hleypi þá bara Ólafi Njáli af. Góðan daginn. Nú, svona áður en að kannski förum aðeins í tölurnar, þá var náttúrulega fyrst að nefna að eins og nokkru sinnum við komum fram að uppgjör vátryggingafélaga fyrir svona stutt tímabil auðvitað ekki bara fyrir þetta tímabil. Óvissa framtíð alltaf en við lifum við óvissu fortíð líka, þannig að við erum auðvitað að leiðrétta okkar fortíð stöðugt. Þannig að þó að þessir ákveðnu mánuðir voru ekkert sérstakir, og þess að Hermann nefnir ekkert stórt sem ákveð fél, að þá auðvitað felur uppgjörið alltaf í sér uppgjör fortíðar líka, sem að verður að svona taka með í þennan reikning. Nú, það hagnaður lækkar þriðjung og það kannski ósanngjarn samanburður. Fjórðungurinn í fyrra var mjög góður fjárfestingarlega séð, þó hann hefði verið betri vátryggingarlega séð og var eins og framkom mikið óveður þá. Nú síðan auðvitað flytjum við
á hvorum fjórðungi sig 200 milljónir af fjárfestingartekjum af fjárfestingunum yfir á vátryggingarnar og það ávöxtun báða þessa fjórðunga var auðvitað mest í hlutabréfum og við erum ekki að verja vátryggingarskuldina með hlutabréfum, þannig að þar auðvitað ávöxtunin lægri. Og síðan vil ég nefna varðandi gjaldþolshlutfallið, mikil breyting þarna á milli, að í fyrra þá lágu við inni með arðinn og greiddum hann út í apríl, þannig að mótaðilega áhætta okkar lágu inni í bókunum og lækkaði þar með gjaldþolshlutfallið, meðan að í ár vorum við búin að greiða út arðinn í mars sem hefur þar með minni áhrif eða við berum ekki mótaðilega áhættu í peningunum sem að hjá okkur liggja. Varðandi reksturinn þá hækka eigin tjón yfir meira heldur en eigin iðgjöld í prósentum en þetta eru sömu fjárhæðir og nú fjártekjutekjurnar lækkuðu þriðjunga sem ég nefndi og síðan rekstrarkostnaðurinn, hann hækkar 95 milljónir og 2/3 þess eru vegna launakostnaðar sem viðbótarinnar sem Salex-samkomulagið setti á okkur og auk þess sem að þessi einskiptiskostnaður sem að féll á þennan fjórðung sem að síðan á þá að draga úr þegar lengra líður, þetta voru breytingar sem að nú eru lokið og þessi tvö atriði skýra semst alla hækkun þessara kostnaðar hlutfalls á milli þessara fjórðunga tveggja. Nú síðan endurtryggingarhlutfallið sem breytist allt mikið að það að breytast vegna endurtryggðra tjóna fyrri ára og það bara þekkt í okkar bransa að við erum stöðugt að endurmeta fortíðina og eftir því sem að nýjar upplýsingar koma fram og eins og þið þekkið þegar excess of loss samningar að ræða þá berum við fyrstu milljónirnar einhverjar og endurtryggjandinn allt þar fram yfir og auðvitað ef að síðan tjónin lækkar síðar, mat á tjóninu lækkar, þá fellur það allt í hlut endurtryggjandans. Þannig að þá þetta breyting sem fer á milli tjónana og hluta endurtryggjanda í tjónanum. Fyrir svo sem reikningin, annað svo sem ekki að nefna þetta. Hérna afkomubrúin og á milli þessara fjórðunga, eins og ég nefndi, það eigin iðgjöld og eigin tjón svona nokkurn veginn að vega saman og munurinn þarna fjárfestingartekjurnar til lækkunar og síðan skattarnir, reiknuðu skattarnir á móti því aðeins. Varðandi efnahaginn, þá eins og hefur komið fram á gjaldþolshlutfallinu okkar, þá auðvitað við með firnasterkan efnahag og gjaldþolshlutfall upp á 1,83 og fjárfestingarnar lækka lítillega og enda vorum við þá búin að greiða arðinn í fjórðungnum og síðan þessi árstíðabundna sveifla í viðskiptakröfum og iðgjaldaskuld sem að eins og við munum alltaf hæst í upphafi árs og lækkar svo eftir því sem að líður á árið. Ég held að sé svo sem ekkert meira, við tökum bara spurningar á eftir ef það eitthvað vaknar en Þórður. Góðan daginn. Byrjuði við þessa glæru að vekja athygli á niðamálskarinn sem var bætt niður eftir ábendingu eftir síðustu kynningu. Setjum bara fram að þess hvað við erum sem að við teljum nákvæmlega til þessar eigna. Við erum ekki með hlutdeild móðurfélags eða sjó og líf í líftryggingarsamningum. Það ekki bankareikningar innan sem eru í daglegum rekstri og ekki viðskiptakröfur, þannig að tekjurnar, það koma inn tekjur af viðskiptakröfum öðrum bankareikningum og annað slíkt til viðbótar við fjárfestingartekjur og svo það líka
er líka þá efnahagurinn, þetta bara að hreina eignasafn sem við erum að stýra hverju sinni en þannig að það ekki hægt að stemma þetta beint af við reikningin. En afkoman á fjórðungnum var sem sé góð og tóku það náttúrulega eftir því áðan að fjárfestingartekjur dragast töluvert saman frá síðasta ári og ég held nú reyndar svona síðasta ár muni farið í sögubækurnar sem óvenju gott ár og það kannski eitthvað í það að við endurtökum það en það má svo sem alltaf halda í vonina ef menn eru þannig innréttaðir. En það var í sjálfu sér allir eignaflokkar sem að skiluðu góðri afkomu og það var bæði ríkisskuldabréf, hlutabréf skiluðu náttúrulega stórum hluta af afkomunni, tæpum 50%. Við vorum með 3,5% ávöxtun á safninu sem að verður að teljast bara mjög gott. Annað í sjálfu sér ekki mikið að frétta en náttúrulega er spurt ef að þið viljið aftur. En ef við horfum svona kannski aðeins á eigninnar að við náttúrulega miðum fjárfestingar kannski á fyrirhluta fjórðungsins við það að greiða út arð sem var síðan töluvert minni en kannski við hugðum. Á skuldabréfasafni þá meðallíftíminn, hann er 3,6 ár, var 3,1 ár í upphafi ársins og það skýrist að miklu leyti þið sjáum við seljum hérna út Edbank 16 sem er skuldabréf sem er á gjalddaga núna í júní og RB 17. Þetta var svona bréf sem við sáum fyrir okkur að kæma hluta til upp á móti greiðslu ársins og síðan náttúrulega minnkar skuldabréfasafnið einhverjar 1500 milljónir. Þannig að það er ekki sjálfu sér verið að auka áhættu í skuldabréfum í safninum. Nú, eins og við sjáum að þá voru bara allar viðmiðunarvísitölur, þær voru allar mjög góðar á fjórðungnum og afkoma okkar miðað við þær vel ásættanleg. Eins og við hefum gert og núna við nú alltaf haft það í viðauka, við færum þetta fram núna að þá er yfirlit yfir fjárfestingareignir sem eru yfir 500 milljónir og þetta eru tæpir 2/3 af safninu sem að við birtum þannig og eins og sjáum þá bara svona í okkar öllum helstu eignum eða svona flestum að þá var bara mjög viðunandi afkoma. Nú við ætlum að vekja aðeins athygli á því á miðvikudaginn komandi verðum við með athyglisverða ráðstefnu eða umræðufund um svona bílaleigur og svona fjölgun á þeim og áhrif þess þar sem að ýmsir fagaðilar koma að því og það verður fróðlegt að sjá hvernig svo umræða verður. En aðeins þá bara svona til að summera þetta upp, það er áþur að fara í gegnum þetta aftur en við höfum vakið athygli á því að kemur fram í okkar tilkynningu að við sjáum ekki þrátt fyrir afkomu sérstaklega skaðatryggingum fyrir þennan fjórðung, þá sjáum við ekki ástæðu til þess að breyta þeim horfum sem við birtum síðast. Það er að segja þess að við erum að gera ráð fyrir því að samsett hlutfall verði í lok árs á bilinu 98 til 100% og afkoman verði á bilinu 2 til 2,5 milljarðar fyrir skatta. Nú við hyggjumst nú hrinda í framkvæmd endurkaupaáætlun sem samþykkt var á aðalfundi félagsins í mars og svona erum að fara að ganga til samninga það svona á næstu dögum. Að þessu sögðu þá held ég sé bara rétt að við opnum fyrir spurningar. Einhverjar spurningar? Gjör svo vel. Getið þið kannski aðeins farið yfir með okkur hvernig þessi umræða í þjóðfélaginu arðgreiðslurnar og fréttir frá verðum að þeir hafa ekki undan að svara fyrirspurnum. Hvernig það horfir við ykkur? Hvernig þið sjáu þið mikla hreyfingu á tryggingatökum? Já, það er spurt að því hvort við höfum séð mikla hreyfingu á tryggingatökum eftir umræðinu um arðgreiðslur í kringum aðalfundinn. Auðvitað mælum við þetta hjá okkur og það gefur allan augaleið að við sjáum ekki tilefni til að tilkynna neitt það á markaði. Það er að segja að við höfum ekki merkt þannig hreyfingar hjá okkur að ástæða sér til að tilkynna það.
Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Dómur sem féll í máli lífeyrissjóðs verkfræðinga, VÍS, og það komu fleiri lífeyrissjóðir í framhaldinu og gáfu til kynna að þeir myndu kanna sína réttarstöðu. Sjáu fyrir ykkur að sambærilega mál muni snúa að ykkur í framhaldinu? Já, það er spurt að því hvort að í ljósi dóm sem að nýlega er fallinn og vísa á í hlut varðandi stjórnendaábyrgð, hvort að við sjáum fyrir okkur að, og þá er það gagnvart lífeyrissjóðum, hvort við sjáum fyrir okkur að slík mál muni koma hér upp. Það er bara ómögulegt að segja. Að sjálfsögðu erum við að veita þessar tryggingar eins og önnur tryggingafélög, en það er hins vegar, getum við upplýst að það hefur ekkert slíkt komið upp. Þannig að við veitum þessar ábyrgðir en það hefur ekkert komið upp sem að gefa tilefni til þess að tjá sig í því. Þetta er hins vegar mjög athyglisverður dómur fyrir margar hlutasækir og verður fróðlegt að sjá hvernig svona, þetta er héraðsdómur, það verður fróðlegt að sjá hvernig endalega niðurstaða í Hæstarétti verður, hvað þetta verður. Það eru mörg álitaefni sem verður áhugavert að fylgjast með. Bæði gagnvart tryggingafélögum og ekki síður gagnvart ábyrgð stjórnarmanna og fleira í þeim dúr. Fullt af lagatæknilegum atriðum líka eins og fyrningar og fleira. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig hann mun líta út í endalegri mynd, þessi dómur. Gjörðu svo vel. Já, það er spurt að því með hverju megi ég að vona á, getur við sagt, í fjármagnsskipan eða arðgreiðslu ákvörðunum til framtíðar í ljósi þess sem átti sér staði í kringum aðalfundi síðast, ekki rétt skilið. Og svo er spurt gjaldþoli líka, skjólu þú tekur það á eftir, en gagnvart umræðunum arðgreiðslur og þá náttúrulega er tillaga stjórnar og var tillaga stjórnar skilgreind. Stjórnin hins vegar tekur síðan ákvörðun það að draga það tilbaka að hluta til í ljósi umræðu. Nú, gagnvart framtíðinni þá hefur ekkert verið teknar ákvarðanir það í sjálfum sér. Það liggur alveg fyrir skýr arðgreiðslustefna af hálfu félagsins. Henni hefur ekki verið breytt. Og þannig að stjórn hefur ekki tekið ákvarðanir sem breytir þeirri stefnu sem er alveg skilgreind og skýr. Já, það er spurt gjaldþolið. Gjaldþol félagsins auðvitað er eigið féð og krafan með hlutfalli 1,83, þannig að það er svo sem auðvitað reikna hver krafan er. Við hvernig nákvæmlega hún skiptist, við gefum það ekki upp í reikningnum, það er svo sem ekkert leyndamál heldur, en það er samt ekki í reikningnum, þannig að ég er svo sem ætla ekki að fara yfir það, en það er klárt, við erum með sterkt gjaldþol og hærra gjaldþol heldur er kannski stjórn hefur markað sér að hafa til lengdar. Við nefnum einhver kostnað vegna breytinga á fyrsta ársfundi og getur gefið eitthvað meira vísbendingu hvað þessi kostnaður sem Þetta er í sjálfum sér, já það er spurt að því, við höfum nefnt það að það er kostnaður að falla til á þennan fjórðung og spurt hvort getur skýrt það betur. Í sjálfum sér er ekkert sérstætt að skýra í því öðru heldur en það að þetta er þá bara lotunarmál eins og ég segi og við gerum ráð fyrir því að sá kostnaður sem féll þá til með þyngri móti núna það svona jafnir sig út tímabilið. Þannig að við erum að gera upp vonum það leiði ekki til hækkunar á þeirri áætlun sem við gerum. En Ólafur náttúrulega nefndi áðan að auðvitað saleikssamkomulagið kemur ofan á þær áætlunum sem við gerum ráð fyrir og vikta náttúrulega þungt í þessu. Erum við ákomu útigreinar? Já, við erum með það já, kannski gleymd að geta þess að í kynningun okkar sem er náttúrulega á heimasíðunni, að þar eru síðan ítarefni og þar eru einstaka greinar. Og við erum með það hérna. Hvaða? Já, við höfum
gert þetta í hverjum ársfjórðungi og okkur tekið ekkert af því. Það kom fram í punktum einhverjar greiningar aðalega eftir uppgjör okkar í gær að við að hluti þess hvernig brugðist væri við var í lækkun vátryggingaskuldar og þá held ég vil bara geta þess að það lækkun vátryggingaskuldar þarna milli þessara fjórðunga eða frá áramótum kemur eingöngu til vegna af greiðslum þessa tímabils. Stór tjón voru greidd og þess vegna lækkar skuldin. Það er ekki verið að lækka skuldina yfir rekstur. Hvernig sjáum við þróun á ökutækjatryggingunum á þessu ári? Það er mikið innflutningur af ökutækjum. Myndi að sjá þetta versna eða er að sjá mikið hækka þetta á móti? Já, það er spurt að því hvernig sjáum fyrir okkur þróun ökutækjatrygginga, hvort að við sjáum hlutföllin enn versna eða hvort að við höfum eitthvað brugðist við í verðlagningu. Ég nefndi það áðan að við gerðum grein fyrir því síðast að við höfum brugðist við í verðlagningu. Við höfum líka sagt frá því að auðvitað eins og talar að það er mikil fjölgun á innfluttum bílum. Það skiptist í tvennt, annars vegar gagnvart einstaklingum og hins vegar bílaleigum. Við höfum líka sagt í því til þess að fyrirbyggja misskilning í umræðunni að verðlagning á bílaleigum er allt önnur og hærri heldur en gagnvart einstaklingum. Þannig að það er ekki sanngjarnt að halda því fram að þeir bílar séu að valda tjónum á kostnað einstaklinga í landinu. Það er ekki þannig, verðlagningin er allt önnur í bílaleigunum hvað það varðar. En svo er bara spurningi og framtíðin, við höfum líka birt myndir sem við sýnum mjög augljósa fylgni á milli ekkinna kílómetra og tjónatíðni og það er náttúrulega að koma á daginn að það er alltaf bara línulegu vöxtur í eknum kílómetrum og sérstaklega getur satt í bílalegum yfir vetrarmánuðina sem er alveg gríðarlega mikil breyting og auðvitað fylgja þessu tjón og þetta er það sem við höfum sýnt fram á núna nokkur sinnum og spurningin er bara hvenær þetta leitar jafnvægis, annars vegar fjölgunin og svo hins vegar líka hvenær leitar þetta jafnvægis í verðlagningu. Og við höfum verið að vinna í því að verðleggja út frá áhættum hvað þetta varðar. Og það er það sem við höfum líka nefnt, og ég nefndi áðan að auðvitað gerir maður það ekki einn í andrá, þetta er náttúrulega allt háð endurnýjunum og endurnýjunar eru yfir 12 mánaða tímabil. Þannig að þetta gengur hægar fyrir sig heldur en í einni svipan. Kannski að þið verðum komið þess að mynda aðfinnilega þessar tryggingar og hvað er það stór tryggingaflokkur og hvaða breyting er að eiga sem stað í Þetta er sem sagt slystryggingar launþega og slystryggingar sjómanna og þetta er grein sem er búin að vera ákveðið vandamál. Þarna verðum við að horfa líka á heildarhagsmunina og þetta eru undir stór viðskiptasambönd við þessa sömu kúnna. Þannig að það er ekki hægt að horfa á þessa grein eingöngu þegar við erum, þó við séum auðvitað að berjast í að laga þessa afkomu. En þetta er ekki nógu stór grein til þess að vera svona jöfn milli fjórðunga. Hún er það gróf kornótt að hún mun lifa við nokkra sveiflur. Einstök tjón þarna eru há og sveifla þessu upp. Eitthvað fleira sem að þið brennur á okkur? Nú ef ekki þá bara þakka ekki kærlega fyrir komuna.